Komið sæl, það sunnudagur og þá eru sýnir Egils. Það ýmislegt á dagskrá ykkur í dag. Í seinni hluta þáttarins kemur að tala þér saman Trump og breytta heimsmynd, Gunnar Smári og Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor við Háskólann Akureyri. Samtal þeirra var tekið upp á föstudaginn. En hjá mér eru 4 konur. Við erum búin að þreyja Þorran, það komin Góa og konundagur til hamingju með daginn. Takk fyrir. Já, bæði þið og konur sem að horfið á okkur og hlustið. En það Katrín Júlíusdóttir, Guðlaug Svala Steinunar Kristjánsdóttir, Sanna Magdalena Mörtusdóttir og María Sigrún Hilmarsdóttir. Byrjum á forseta borgarstjórnar. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Þetta tók 2 vikur sem mörgum þótti langur tími. Inn í þessu náttúrulega mjög margt sem á sér stað, sko. Það föstudagurinn, föstudagskvöldið, 7. feb, sem að Einar fyrrum borgarstjóri slítur þessu meiri hlutasamstarfi og virðist vera að gera það bara upp á sitt einstæmi. Eða svona, já, í nafni Framsóknar, en svona virðist ekki að vera mikið svona, það virðist að vera skyndilegt. Og svo þarna náttúrulega strax kvöldið að þá eru fulltrúar annarra flokka í Ráðhúsinu í einhverju svona samtali. Þannig að já, þetta rauninni allt ferlið frá því að þessi meiri hluti springur og símhringingar, fullt af símhringingum í millitíðinni og svo loka niðurstaðan þá 2 vikum síðar þar sem að 5 flokkar eru núna í samstarfi og mér skilst að þetta sé nýtt, að það hafi ekki áður verið 5 flokkar sem eru svona að vinna saman. Og loka niðurstaðan einmitt kynnt þarna á föstudeginum. Já, og þú sátt við þinn hlut? Já, ég mjög ánægð, sko, í fyrsta lagi þá ég þetta mjög ánægð að við séum að starfa saman til þess að hægri öflin og sjálfstæðisflokkurinn taki ekki, ná ekki völdum í borginni að því að maður hefur auðvitað áhyggjur af því hvað þau gætu náð fram á þessum næstu 15 mánuðum sem eftir af kjörtímabilinu og við vitum að þetta eru flokkar sem að hafa talað fyrir einkavæðingu, stórfelldri útvistun og maður bara hreinlega hefur áhyggjur af því hvað myndi þýða fyrir grunnþjónustuna ef að einhver svona stórfelldur niðurskurður yrði boðaður þar. Þannig það eru þetta svona fyrsta skrefið, sko. Það munaði litlu að yrði sko hægri meirihluti að Helga Þórðardóttir, hún var að byrja í viðræði með hinum en þá komið það ekki, þá kom Inga Sæland og sagði nei. Já, sko, þetta ýmislegt sem hefur komið fram í fjölmiðlum en ég held að sjálfur mikilvægt einmitt að Helga fáið bara útskýra líka hvernig hún þetta blasti við gagnvart henni og auðvitað skil ég þetta þannig að þetta hafi verið svona samtalsstigið þarna fyrst og kannski ekki alveg eins formlegt og menn myndi vilja halda og svo þetta bara þú veist, Helga líka með sína rödd í flokki fólksins og þetta bara vinna þetta með sínum baklandi en mér finnst það að vera svona fyrsta skrefið einmitt að fyrirbyggja taki hægri öflin við rekstri og stjórn borgarinnar og svo þetta finnst mér ánægilegt að þessir 5 flokkar, það sósíalistar, Samfylking, Píratar, Vinstri græn og Flokkur fólksins hafi náð saman með þessar félagslegu áherslur. Félagslegar áherslur hvað varðar uppbyggingu húsnæðis og hugsa svona út frá velferð og einblína einmitt á félagslega lausnir. En þið 2 borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins og Líf frá VG, þið voruð eiginlega búin að mynda ykkur inn í eina grúpu. Já, myndum bandalag og það var 8. febrúar laugardaginn og ég var einmitt að búa til svona tímalínu að því með kynningu fyrir sósíalista á eftir þar sem að borgarstjórnarflokkurinn mun ræða nánar í rauninni þennan samstarfssáttmála og þá var ég bara að teikna upp svona tímalínu og sko mér leiði eins og að hafi liðið alveg margir dagar á milli þess að meirihlutin sprakk og þangað til að sósíalistar og VG mynduðu bandalag en svo var ég að teikna þetta upp þá bara já, kvöldi 7. feb, 8. feb bandalag þannig að þú veist það er líka athyglisvert að fara yfir þennan tíma svona eftir og þá sér maður þú veist það sem manni finnst vera margir dagar var kannski bara hálfur sólarhringur og mér finnst líka bara flott sko að við erum að tala að þetta eru samstarfsflokkar það er gjarnan talað meiri hluta og minni hluta og komandi úr minni hluta hafandi verið þar næstu í 7 ár þá finnst mér bara mjög flott að tala samstarf og ég sá að fráfarandi borgarstjóri var eitthvað að pyrra sig á þessu orðalagi en mér finnst þetta bara sterkt sko að segja þú veist við erum í samstarfi við erum að vinna hlutina saman við erum með áherslur sem við leggjum fram í samstarfssáttmála en ekki alltaf bara já meiri hlutin ræður
Þannig að ég virkilega ánægð með þessar áherslur, sérstaklega einmitt einblína á félagslega húsnæðisuppbyggingu, óhagnaðardrifið og líka áherslur sem að við erum með varðandi svona samtal við verkalýðshreyfinguna og svona að fara með verkalýðshreyfingunni í frekari uppbyggingu og einmitt svona orðið eins og keðjuábyrgð sem að rata þarna inn og það er verið að tala einmitt að hafa eftirlit með samningum borgarinnar við þriðja aðila til að tryggja kjör og starfsaðstæður að sé verið að fara eftir samningum. Þannig ég myndi segja að það sé... Hætta til þess að útvista þá hreingerningunum og ráða bara eins og áður var starfsmenn til borgarinnar. Er að tala um það? Sko fyrsta skrifið er auðvitað bara að skoða þú stöðuna eins og hún er núna og hvernig við getum í framtíðinni komið í veg fyrir hérna, hvað segir maður, þar sem það er verið að koma illa fram við starfsfólk. Það er erfiðar að vera eitthvað að skoða eitthvað sem að hefur verið ákveð að gera en ég meina auðvitað er maður með ákveðna framtíðarsýn sem að vonur maður getur bara unnið að líka á næstu árum en maður þarf líka mitt að vera einbeittur og núna höfum við innan við 15 mánuði þannig að ýmislegt sem við getum gert núna og svo ýmislegt sem við þurfum þá að svona kannski taka skref sem er svona lengri framtíðarsýn. Það eru konur um allt. Það er ríkisstjórnin, borgarstjórnin, þetta er biskup, forseti og Já, ég er bara allsæl með þetta og eins og við vorum að tala um hérna frammi á hann við gengum ekki inn að það er bara loksins komin sá tíma, það eru konur í öllum svona helstu, á öllum helstu póstum eftir bara árhundruð eða þúsundir af það sem kallanir réðu öllu. Svo ég held að þetta sé bara gott, ánægilegt. Ég hef rækið það svolítið til kvennaframbóðsins og kvennalistans á sín tíma. Að þær fóru svona óhrættar á móti köllunum og náðu ágætum árangri og reyndar fóruð inn í samfylkinguna í lokin en þær svona léttu svolítið brjóta á sér það voru þarna, ég var líka þingfréttamár á þenn tíma, ég tók svona þetta það var svona, ég held að það sé eiginlega upp að við sko. Ég held að það megi í þessu og í verkalýðsbaráttu og bara baráttu fyrir réttindum almennt að þá megum við alveg vera líta svolítið þakklátt tilbaka vegna þess að það er mjög mikið af fólki sem lét brjóta á sér steig fram og fekk bátt fyrir til þess að ná þessum réttindum og þar að meðal var að kvennaframboðið mjög mikilvægt og líka konur sem að hafa látið til sín taka og í bara kvennabaráttunni almennt og svo hugsa maður líka til þess eins og fólk í verkalýðshreyfingu og svona skipulari verkalýðsbaráttu hvað það hefur skipt gríðarlega miklu máli að ná fram svona ákveðnum grunnréttindum. Við erum náttúrulega aldrei komin í höfn en allavega ekki núna en það við erum komið mjög langt með að við þegar fólk var ekki bara að lifa frá mánuði til mánaðar heldur var að lifa frá degi til dags. Það var lífsbaráttu frá degi til dags. Þannig að við höfum komist mjög langt á baráttu þessa fólks. Þannig að mér finnst allt í lagi að við stundum stöldrum aðeins við og minnumst þessara baráttu og þökkum fyrir hana. Já, líka þegar þær koma, þá setja þær þessi mál, jafnréttismálin svona á dagskrá hjá öðrum flokkum líka. Er það ekki? Það vildu allir vera með. Jú, mér langaði að því að óska til að hafa mikið með kvennadaginn, þá langaði mér sérstaklega að óska transkonum til að hafa mikið með kvennadaginn. Bara svona í ljósi heimsmála. Já, í mitt. Og þá var það frá. En jú, varðandi láta brjóta á sér og fara inn en það er náttúrulega við erum svolítið að glíma við það í dag að konur fóru inn í kalla heiminn og ég náttúrulega hef verið til dæmis var formaður BHM þarna árabil og það var mikill kalla heimur þegar ég var þar það voru ekki margir að fara heim úr karpúsun að sækja börnin í leikskólan fundir voru haldnir á mjög svona óheimilisvænum tíma og ég held að við stigum svolítið og mæður okkar og ömmur stigu inn í þú veist þennan karlæga heim sem er allur vinnutími og allt miðar við svona vaktir á höfninni eða þú veist svolítið þar að við erum ennþá að glíma við þetta tregðu lögmál að og ég horfi líka því ég er heilbrigðisstarfsmaður að mennt þá horfir maður líka á þú veist, öll lyf eru hönnuð fyrir kalla, þú veist, öryggisbúnaður í bílum er hannað fyrir kalllíkama, þú veist, við erum ennþá svolítið þarna og við fórum inn í þetta og við erum svolítið að brenna út, það stendur mig líka næri að þú veist, ábyrðin á heimilin og þetta allt saman hefur, þú veist, og það má kenna báðum öllum kynjum það, að þú veist, við erum kannski að halda í okkar en ég held að það krakkar í dag séu svolítið að glíma við þetta og maður finnur það, ég held að það sé svolítið partur af sér bakslægi að margar unga konur segja bara þetta er bara glata, ef ég vil sinna vel fjölskyldu og heimili þá get ég ekkert verið í þessu 100% starfi eða þú veist, þannig og ég fann það oft það glemdist að senda kallana heim
þegar við fórum á vinnumarkaðin. Þannig að þú veist, þakklæti og þetta, en þú veist, við meðum aldrei sofna. Ég held að þetta sé bara mikil uppskjöru hátíð og það ánægilegt og gaman að fá að lifa þessa tíma. Að sjá að loksins þetta komið á betri stað og vonandi verður það áfram þannig og ég held að þetta bara svona, þetta afrakstur eins og þið segið, þetta afrakstur mikil starf sem átt sér stað áratugum saman og nú erum við að sjá það svona raungerast. Konur komnar þú veist, eftir árhundruð að við tókumst oft á við það þurfum við að skipa í nefndir og svona þá þetta alltaf að gæta kynja og það var mjög oft svona þú veist, ríkið setti sinn helming á móti og svo áttu verkalýðsfélögin að koma með sína fulltrúa og það var alltaf búið að skipa fólk úr skrifstofunum og það voru mjög oft, þú veist, þannig að kynið var komið og svo þurftum við að mattsa það og áttum erfitt með að senda okkar helsta sérfræðingi þessu eða hinu, þú veist, við þurftum alltaf að vera kynjaglerum voru svolítið á okkur og þegar eins og núna ég horfði einmitt á myndina af ykkur þannig í samstarfsflokkunum, þetta mjög kvenkyns og margir myndu segja hvað nú þetta en ég hef haft svolítið þessa möntru talaði eftir 100 ár þá skal ég fara að vorkenna ykkur fyrir að vera ekki þarna staðnum af því að þú veist við náttúrulega vorum bara ekki. Já og svo þetta náttúrulega líka flottar fyrirmyndir og þetta mikilvægt fyrir börnin okkar að sjá samfélagið svona og læra af því og sjá hvernig þetta ég álst ekki upp við þetta. Nei. Það er nefnilega alveg hárrétt og mér finnst þetta skipta svo miklu máli og mér finnst við oft svolítið vanmeta það að tala það sé ekki við eigum ekki vera að telja hausa en þá gleymist einmitt fyrirmyndin. Það hvað börnin okkar alast upp við hverju þau trúa. Hvað þau trúa þau geti. Því þú tengið alltaf við einhverja sem að líkjast þér eða sér fyrirmyndir. Þannig að það skiptir mig miklu máli að mínu mati og ég held að það er alveg rétt sem að Guðlu er að segja að auðvitað gengu konur svolítið inn í mótaða veröld sem var mótuð af körlum og vinnuumhverfi og starfsumhverfi. Ég hef trú á því að með fjölgun kvenna í svona mikilvægum áhrifastöðum að þá komi ákveðin svona menningabreiting með því og ég ætla að leyfa mér að trúa því svona eins og þegar ég leita bílastæði og ég segi þú veist ég hef trú á þessu. Líka ég man ekki hvað það er þannig að íslenska hugtaki er það ekki loddara, hvernig því maður loddara líðan, að líða svona eins og maður sé ekki nógu góður eða þú veist að maður minn ekki standa sig í einhverju verkefni því að þú veist, ég helst ekkert upp við það að kveika sjónvarpi og sjá einhverju stjórnmálakonur tala um að hafa alist upp í fátækt og séu þú veist komnar á staðinn þar sem það er hægt að reyna að breyta einhverju, þannig að ef maður sér sig ekki fyrir einhverju stöðu og þá svona upplifir maður kannski ekki ákveðnar stöður séu fyrir mann, að það er þannig að þú veist þá fer maður að hugsa bara á kannski fólk með ákveðna reynslu bara að vera í ákveðnum störfum og mér finnst líka bara svo gott að sjá einmitt hjá þessum samstarfsflokkum hvað það er í rauninni mikil breidd, bara bæði aldri og reynslu. Mér finnst Helga alltaf svo hress en einmitt hún er 67 ára, ég er 32 ára, þannig það er þarna mömmur og ömmur og alls konar reynsla og bara ánægilegt að sjá það og líka athyglisvert að lesa athugasemdakerfi á netinu. Það er svona, það er eins og sumum finnist of mikið ef það eru 5 konur að það sé bara það bara gangi ekki við vorum að tala jafnrétti, ekki yfirtaka tökur þannig það er rosalegt að sjá að lesa þessar athugasemdir og ég er svo sem bara tek skjáskot af þessu og hlæ en þetta er auðvitað alvarlegt ýmislegt sem að fólk er að skrifa þarna En er eitthvað svona neyðarleg skrif eða útássetningar áhrif frá persónur eða? Bara aðeinslega að það sé hræðilegt að það séu svona marga konur og svo sagt með misfallegum orðum að konur séu þarna að trána sér fram og þetta sé bara óæskilegt og hræðilegt og bara, þannig að maður velti fyrir sér hvað telst þá eðlilegt, þú veist, finnst fólki eðlilegt að sé hvað tölur fólk að kalla eftir. En það eru auðvitað þannig að manni finnst einhvern veginn, ég man að það var svo mikil umræð þetta því við vorum alltaf að skora svo hátt í kynjajafnrétti á alþjóðlegan mælikvarða og þar með taldist inn að við höfum haft einn forsætisráðherra sem var Jóhanna Sigurðardóttir og við höfum haft einn forseta sem var Vigdís Finnbogadóttir. Og þá vorum við að tala að við höfum náð svo langt og svo framvegis en þetta var á þeim tíma og er ennþá rosalega viðkvæm staða samt og það er svo stutt í bakslægið af því að við erum ekki komin á þann stað að það geti verið á einum tímapunkti eftir eina kosningar mikill meiri hluti kvenna
alfari konur sem að fara fyrir ríkisstjórn og síðan aftur gæti hitt gerst líka, það væri á einhverju tímapunkti alfari kallar og þegar okkur að fara að finnast þetta ekki kannski skipta máli, þetta stingur ekki augu, þá telja við séum komin á góðan stað. Þannig að mér finnst þetta merkjum að við séum ekki búin að ná fullu jafnrétti ef að þetta stingur í augu. Þannig að þanga til að þá bara höldum við baráttuna áfram. Já, er ekki ein kona dómari við Hæstarétti, ég er ekki rétt hjá mér eitthvað svona, þannig að þetta er ekki komið allstæri í samfélagi. Og þetta er allt svona afsaka orðbragðið, þetta er enskt orðbragð, en þetta er allt svona one-off ennþá. Þú veist, þetta er svona ein eða einn hópur, þetta er í fyrsta skipti í ríkisstjórn, þetta er í fyrsta skipti í borginni, þetta er allt fyrsta skipti, sko. Þannig að þá erum við ekkert búin að ná stöðunni þar sem að þetta þykir bara ekkert tiltökum mál. Á hvort veginn sem eða hvaða veg sem Hvað, hérna, er þetta líka eitthvað sem svona út af Vigdísi Finnbogadóttur, svona kvenhetju, að sko yngri konur eru uppgötta hana núna? Já, við náttúrulega sko, við sem ólust upp við Vigdísi sem forseta og það voru það náttúrulega bara kynslóð sem sáu bara konur sem forseta og þá voru litli strákar sem sögðu sko, ég væri til að vera forseti, þá náttúrulega ekki hægt. Þú veist að þeir sáu bara konuna og svo er núna náttúrulega bara, minna Ólafur Ragnar var mjög lengi og svo hérna Guðni og þú veist, þá fór þetta aftur yfir í það að forseti er kall og svona, maður sér, ég sá alltaf presta sem svona stóra kalla með skegg, mikinn kraga og svona miklir menn sko, sem fyllt upp í dyragætt, bara út af því hvað ég er alveg upp einhvern veginn og mann þegar sko, amma mín var á jörðu og þá var það bara skólabekkjarsystir systur minnar, bara með tagl í hárinu, þú veist en svo var það svo fallegt, þetta var bara svona móðurlega aðtöfn og ég sagði, já þetta er hægt, þú veist, en maður hefur bara þú veist, það er svona í mig svona víið sem að maður einhvern veginn hugsa, já það er alltaf þessi gaur sem kemur og hérna já, það er náttúrulega æðislegt núna bara eins og þættirnir og þetta sér fólk líka rauðsokkurnar og hérna þessa fyrstu svona, þú veist, þegar voru þarna í þvottahúsinu að berjast, sko og mér fannst þeim svolítið sláandi að það væri ekki allir einhvern veginn með á hreinu hvað Vigdís hefði verið mikil rockstjarna, sko. Já. En svo er náttúrulega, má ekki gleyma því að við erum að tala þau svona, hvað var að segja, þau svið samfélagsins þar sem konur hafa náð og eru að ná mögulega árangri. Sjá, sko, þó það sé ekki endilega orðið viðvarandi, hægt að segja sér viðvarandi en þá. Og það er síðan önnur hérna svið þar sem að konur eru ekki mjög áberandi og það er til dæmis bara í hérna innan fjármálaheimsins. Þú veist, konur fara ekki fyrir fjármálunum og það er, já, íþróttarhefingi líka og fleiri svið, sko. Þannig að það er ekki hægt að segja að hér sé bara allt komið á hliðina að það sé orðið kvennaveldi langt í frá, sko. Konur og íþróttir hafa verið, sko, ég horfi alltaf á kvennalandsleikina, ég held að gera bara flestir sem hafa á íþróttum, þetta er verið mjög fínt, sko, það eru aldrei fyrirmyndi þar. Kíkt á stjórnirnar í félögunum. Kíkt á stjórnirnar í félögunum. Já. Það helst fimmleikafélögun sem eru svolítið kvenkins. Já. Nei, ég er káeringur, ég er kona formaður káer. Ég láti ekki svona. En ég myndi segja líka í þessu samhengi að sé mikilvægt að skoða, þú veist, þó okkur gangi vel á ýmsum sviðum, hvar gengur okkur ekki vel, það er til dæmis mikil umræða kjör og starfsaðstæður, til dæmis ræstinga starfsfólks og það er oft konur í þeim störfum og þú veist, það er þó að eitthvað eitt líti vel út, gangi vel á því sviði, þá er alveg önnur svið sem að þarf líka að ræða, þú veist, og konur hérna með erlendan bakgrunn, fatlaða konur, þú veist, alls konar svona sem að skarast og þarf að taka tillit til að því að veruleiki okkar er ekki eins, það eru þetta alls konar svona félagslega breytur sem að spila þar inn í. Mikið rétt. En stjórnmál, förum yfir í hérna, ríkisstjórnin er farin að vinna og það er hérna, fer mest fyrir flokki fólksins sem í gær var gerða stjórnmálasamtökum en hérna það er svona sótt að flokki fólksins, eða ég veit ekki, morgunblæðið sem er drútt í því. Jú, og það var alveg augljóst og það var gert líka meðan þær voru að ræða saman. Að það var verið, svona heyrðist einhvern veginn af umfjallanum, það var ekki stjórntæk og allt það, sko.
það er einhvern veginn mjög margt nota til þess að ná tökum á þeim, af því það er einhvern veginn, fólk verðist vilja reyna að finna einhvern stað og ná að kunna tökum á, og ef það er einhverju mögulega veiki punktar þá er gripið í þá. En mér finnst ríkisstjórnin fara vel á stað og ég er mjög hrifin af því hvernig þau virðast vera að ná að taka bara strax utan ákveðin verkefni, eins og til dæmis við erum að sjá úr heilbrigðisráðuneytinu strax að koma ákvarðan að taka lækkun og gjaldi eða samræming á gjaldi vegna eftirlits á krabbameinseftirliti hjá konum, hvort það eru með brakka eða ekki. Það er verið að tryggja það að það verði opnar svona viðkvæmustu stofnanir í sumar sem hefur oft verið umræðefni á sumrin. Það er verið að grípa til alls konar aðgerða. Það er komið strax inn í þingið frumvarp út af Hvammsvirkjun til þess að koma því mál á stað og maður sér bara fleiri svona mál. Það sem er svona, og úr félagsmálaráðuneytinu er að koma töluvert af málum eins og fæðingaróla fyrir fjölburaforeldra og líka vegna veikinda, og ég bara svona tel eitthvað upp sem ég tók eftir, að því mér finnst þetta góð byrjun. Það er verið að taka svona, þú veist, eplin sem eru orðin svona eru þarna á trjánum og setja það hrinda því í framkvæmd. Og það er nú bara mjög hressandi eftir svona frekar mikla láteiðu í þessum efnum á undanförnum árum. Að þú varst bara með flokka sem komu sér ekki saman neitt og það bara hafði þau áhrif að lítið gerðist. Þannig að ég er bjartsýn á að þetta verði ansi gott. Já, ég er það. En þína? Sko, já, varðandi pöngið utan í flokki fólksins að ég sá það svolítið fyrir mig þegar ég var í bæjarstjórn og þá fannst mér oft að ég sá þetta svona líkamlega fyrir mig að þú sparkar í þann sem stendur næst þér, fóturinn á þig næri ekki í þá sem eru fjær. Þannig ég er svolítið búin að vera að hugsa það, er flokku fólksins svona upplifa þau það er svolítið þannig að þú sparkar einhvern veginn í þann sem er líkastur þér. En ég veit ekki hvort að það er rétti fundi á mér. En svo náttúrulega verða þau að standa þær og þau að standa við stóru orðin. Það voru stærstu yfirlýsingarnar voru við erum verkstjórn, við ætlum að gera hluti. Þannig að það er bara eins gott að drepast þar að vera ekki með yfirlýsingar þú ætlir að koma og brettu bermar og gera. Að ég held að þetta sé nú ekki tilviljun, þetta er mjög meðvitað að sína og þess vegna er þetta eplin sem að taka málin sem voru mögulega tilbúin eða mér langar líka að nefna sprauta í varir og þetta að setja eitthvað svona taka á hlutum sem að hefur verið svona eitthvað í starfshópa vinnu í mörg misseri. Já, eða ekki og er bara auðvelt og sýnilega auðvelt að taka ákvörðun og gera Það er á mörgum sviðum eins og bara það sem hefur reglugerðir og annað það sem getur gert þessar breytingar. Þannig að það er bæði, já. En aftur á móti fyrst mér endar svona, já, þú veist, það sem við erum að heyra, ég er ekki að grúska í pólitíka alla daga en þannig það sem ég heyri það er þetta styrkina til stjórnmálasamtaka og svo heyrir maður gallabuxur og kóktappa og mér finnst þú veist, það er heimurinn ég hef svona tilfinningun í dag að maður hugsa svona til hrunsins, þú veist, þá var að birta þá sá maður ekki strax hvað kakan var rosalega stór, þú veist, maður sá eina sneið í einu af horrornu sem var í gangi og mér finnst þess að núna, þú veist, Ameríka ég sá fréttum að nú sé verið að fara að gera skurki því að útrýma einhverfi í Bandaríkjunum og eitthvað svona, þú veist, að sem er náttúrulega galið og það er alls konar yfirlýsingar, þú veist, vísa fólki út og já, það hlýtur að vera bara einhverjar, ég veit ekki hvort þeir ætla að fara sömu leiðina með Downs eða hvað þeir ætla að gera, banna fólki eiga börn eða eitthvað, þetta er náttúrulega bráða ættgengt. Við erum 4 í minni fjölskyldu þannig að og greinilega ekki fólk sem ætti að vera til eða hvað. Jú, alveg. Nei, ég segi svona, þú veist, þannig að það er alls konar svona blíkur á lofti og hlutir sem eru hræðilegir og svo er fólk í vinnu fyrir okkur, þú veist, að tala fötin sín og maður er einhvern veginn bara og þessi ágæti maður, heitir hann ekki Jón Pétur Símsen? Það er kóktapamaðurinn. Já, ég veit það. Hann er líka fluttur og hann ætla að flytja úr Reykjavík og leið og tjalda í Kópavogi. Við fórum tækið við og tjalda í Kópavogi. Ég finnst vandamál heimsins vera stærri en það. Já, ég er mér líka. Og ef við aðeins bara gera létt grín af þessu, þá get bara því miður hlusta hjá töluvert að þessari umræðu og las hana og nú sé ég bara fyrir mér þingmenn einhvern veginn að kunni ekki að opna kókflöskur og sull yfir sig alla. Þetta var náttúrulega þetta er náttúrulega bara grín að taka þingi í gíslingu 4,5 tíma með svona, en þetta lýsir bara, finnst mér
innan Sjálfstæðisflokksins, þarna að endurspeglast að það forystuleysi, af því það náttúrulega í gangi núna leiðtogakosning, það ákveðið svona inntaksleysi og maður sá það líka í kosningabartunni, það var að rekna nokkrar kosningabartur eftir kjördæmum, það var svona vantaði samræmingu, þannig að það vantar fórystu og þetta svona held ég einkenni þess, þá bara eru menn í þessu á þess að neitt segja neitt sko. Ég hefði verið tekið í hnakkan á mér skiluru af mínu þingflokksformann á sínu tíma og sagt bara, heyrðu, hvað ertu að gera sko? Og við erum verðum að horfa þess á hvað skiptir máli og hverju okkar áherslur eru í stjórnmálum sem skiptir. Ekki gera sér fíbli. Nei, og bara þú veist, eða ekki, þú mátt henda inn svona setningu en þú tekur ekki 4,5 tíma skiluru. Man notar einhverja myndlíkingar til að koma einhverju áleiðis en þetta var 4,5 tíma umræða Já, bara ef að þetta stærsta vandamáli í þínu lífi á fastir tappar á gosflöskum þá ertu á frekar góðum stað í lífinu ef að þetta stærsta hindrunin sem að þú þarft að nota sal Alþingis til þess að ræða þá ertu bara kannski ekki alveg í tengslum við veruleika með þorra almennings og þú veist að því við erum að tala þingið og þá finnst mér einmitt áhyggjefni bara friðamálin þú veist hvar við erum stödd þar og hvernig framtíðin líti út og hvernig Ísland ætlar að staðsetja sig gagnvart breyttum heimi. Já, mér finnst það að vera svona áhyggjefni. Og ég held einmitt sko að það eftir að koma betri ljós hvernig þetta kemur til með að starfa og hvernig þessi nýja ríkisstjórn og þessi ráðuneyti, hvernig þau eru tannhjólin ekki alveg komin kannski á fullt sko og mér finnst aðeins eins og hvað maður pælir í þessu sko fljótlega eftir að þessi ríkisstjórnar myndu þá yfirtók svolítið þessi öryggis- og varnarmál alltaf umræðin og þingið var þetta ekki komið saman og svo einhvern veginn kemur það saman og það getur óveður og svo eru þarna, þú veist, allar fyrirsagnirnar snúast Trump og Putin og svo einhvern veginn fór athyglin öll á stjórn, þannig að maður er kannski alveg komið tilfinninguna fyrir því hvernig þetta kemur til með rúla en það verður bara mjög spennandi að sjá og manni finnst þessi maður bara við allt í ná þessum mánuði, það er ekki nema rétt rúmur mánuði síðan Trump tók við embætti og við okkur blasir bara breytt heimsmynd og maður er alveg komið með smá svona kvíða og ég veit ekki hvort það við miklu líka en maður vaknar á mótnana og kíkir í síma og bara hvað nú sko og það getur bara allt gerst og manni finnst þetta svona, það er að breyta skrinlega valdajafnvægi í heiminum öllum og maður spyr því svona hvar eru við stödd í þessu öllu saman og mér krossbrá sjálfri þegar ég byrjaði nú þessu umfjöllunum varnarmálin sem var bara þarna í byrjun desember þá afhjúpaðist bara og allt í einu fekk ég upplýsingar sem ég hefði verið að kalla eftir í talsverðan tíma uppbygginguna alveg rétt, og allt í einu fekk ég gögnum það og þá bara svona brá fólki, þú veist, allavega svona flestum sko, en einhverju kannski sem voru búin að vera að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og í starfshópum og svona vissu alveg hvað var í gangi, þú veist, en eins og þegar maður teiknar þetta bara upp og birtir staðreyndir máls, þá svona vaknaði fólk svolítið til lífsins bara hvað er að gerast í heiminum og og umræðan hefur verið mikið þetta, varnarmálin og öryggismálin og fjölþáttaógnir og þessi æfing þarna Ísland ótengt, ég veit ekki hvað ég er búin að gera mikið fréttum svona sviðsmyndir sem gætu blasað við ef að illa fer og það er svona, já, allt inn maður, já, og ég er svona stundum að leggst á kottan þá hugsa maður bara byrju, þú veist, er maður bara hefði ég trúið að ég væri að skrifa þetta bara í haust, sko, þú veist, þetta er svolítið skrítið. Já, og það sem mér hefur alveg þótt skrítið í mínum fréttafylgja, maður vill auðvitað ekki valda óþarfa áhyggjum en okkur ber skylda til þess að fjalla málin eins og þau eru en í hvers skipt sem ég tek upp síman og ringi einhverju sem er veita mér upplýsingar þá heldur maður oft kannski þú með eitthvað sem bendir til einhvers og svo ringir og þú svona einhverju leita að vona sig nei, þú veist, þetta er ekki það, þú veist, en mér bara mjög oft þá svarar einhver segja, já, bara og ég er mjög til að tala þetta og hér eru gögnin og svona er þetta og því miður og maður svona þú veist, svo bara rúlar þetta og einmitt maður tekur viðtal við einhvern sem bendir mann síðan á einhver önnur atriði og svona heldur maður áfram og allt í einu bara teiknast upp einhver mynd af veröld sem er öðruvísi en hún var. Það sem að, þetta er alveg rétt og gott að skuli tala þetta, það er einhver óróleg í manni yfir þessu og ástæðan er kannski líka svo að jú, við höfum, það er svona þetta
þetta grímulösa virðingarleysi gagnvart sjálfstæði annara þjóða, Úkraínu eða Grænlandi eða hvað það er. Og fyrst hugsa maður, þetta er forseti Bandaríkjanna að tala eins og hann talar, eitthvað svona, og maður er svona einhvern veginn, en svo þegar maður er farin að sjá þessu bara fyllt eftir af ráðherrum þaðan, af ráðherrum og öðrum stjórnendum í Bandaríkjunum sem eru að fylgja þessu eftir, þessu sömu ummæli, þessu sömu viðhorf, þá fer hann. Það verður bara að segjast alveg svo heilbrigðisráðherra sem að talaðu mann sem orm í hausnum eða einhver frekar spesgaur. Það er bara margt. Róbert Hundi. Já. Þetta er svona, veit ekki alveg hvort maður er að horfa okkur að bíómynd og þetta eru, þú veist, að minnstakosti 4 ár og hann er rétt byrjaður og byrjaði með kvelli, sko. Já. En hann er vísmið, sko, Trump hann eftir að reka marga ráðherra og hann er búin að láta, ég var að lesa í morgun, en að það er búin að loka 8.000 vefsíðum sem eru meðal annars loftslagsvanna og eitthvað þetta. Sko, ef orðið kyn kemur fram í rannsókn til dæmis, ef orðið kyn kemur fram í rannsókn, þá má ekki fjármagna þá rannsókn. Það er mikið af bara svona efni sem ég fylgist með bara í kringum mín svona störf að þá allt í hann eru rannsóknarverkefni bara í uppnámi, það er ekki lengur, þetta er ekki lengur á dagskrá, búið að reka alla, búið að loka þessari stofnun, þú veist, þannig það er mjög mörg bara kippt úr sambandi. Bara einn leikur, sko, ekkert hugsa út í hvað tekur svo við, hver afleiðingarna verða. Svo er þetta náttúrulega líka bara áfall fyrir fólk, þetta foreldrar mínir voru miklu hippar, þú veist, og einhvern veginn héldu að það er ekkert aftur neitt svona innrás í Evrópu og þú veist, þetta er svona bara áfall fyrir fólk sem einhvern veginn hélt að við myndum aldrei þurfa að horfa í augun og eitthvað svona ógnir aftur og maður spyr sér líka með sín litlu börn og svona bara hvaða veröld eru þau að Við vorum líka, ólust ekki upp við eldgos í hverja mánuði, ekki heldur með eitthvað svona plágur landlægar sem að þetta var allt fyrir 100 árum, sko. En hínu stjórnum við mennir, sko. Þú veist, það er ekki það sem við máum ágjur af. En mér er sennilega mjög sláandi bara eins og að fylgjast með umfjöllunina sem varst með þetta. Hvað er sláandi einhvern veginn að hvað þykir sjálfsagt að við séum bara komin á þennan stað. Ekkert eitthvað svona, byttu, kannski þarf meiri umræða eiga sér stað í samfélaginu það sem er eiga sér stað og þú veist hvort að almenningur, þú veist, hafi tekið þessa umræðu og þú veist, hvar fóru þessi umræða fram á þinginu og svo framvegs að þetta er aldrei bara eitthvað, þetta er staðan við þurfum bara að sætta ykkur við þetta svo þurfum bara eitthvað neyðabyrðir og bara eitthvað áfram og maður er svona, wow, byrju, hvernig gerist þetta allt saman? Já, ég er svolítið samanlega, þetta er alveg nýbreyta. Ég þurft að vera að hugsa þetta sko í áratugir sko. En það sem mennindi gera er náttúrulega oft afleiðinga því sem náttúran gerir. Veist, ef það verður þurrkur, þá verður flótti, þá verður straumur flóttafólks, þá verður hægri stefna, þá verður lokunar stefna og svo framvegis. Þannig við erum náttúrulega, ég held að það sé ekkert eitthvað, þetta er ekki aðskilið. Já, Trump og það er ég held að það sé ekki aðskilið. Flóttafólki, við getum orðið, vitum ekki hvað gerist hérna. Ég held að polariseringen sko og svona þessir svona auka hægriflokkar sem eru að koma upp, þeir eru að reagera á þetta. Og ég meina Íslendingar gerðu þetta nú, vesturfararnir. Ég meina hvað komu þangað í stórum stíl og þar hafa byggst upp stór íslensk samfélag. Ef að vindáttin hefði verið önnur þegar Eyjafjallajökull gaus, ef að vindáttin hefði verið öfug, hvað hefði þá gerst? Já, einmitt. Þannig að við eigum ekkert nema daginn í dag og þá er bara eins gott að vera vera almennilegur líka bara til að eiga kannski einhverja inneign og mér finnst svo mikilvægt að við skipum okkur þannig Íslendingar að við séum í samstarfi við Evrópuþjóðir í þessum málum og í þéttu samtali við Evrópu. Ég sett sko að því að hann er svona ásalest Grænland og þetta fylgir svo ykkur alvara, þetta er ekki bara að tala út í loftið, hann meinar þetta ábyggilega og næsta herstöð Bandaríkjanna við Grænland er á Miðnesheiði sko. Það er þess vegna. Þú varst að segja okkur frá. Akkurat. Já, verður hún mér fannst bara mjög sjokkerandi þarna þegar ég fekk þarna að fara inn á varnarsvæðið og fekk að sjá all þessu uppbyggingu þarna og mér varst mér sláandi þessi skemma, þetta eru nokkrar skemmur sko sem þeir eru að koma upp sem er einhvers konar, flugvöllur í boxi, þetta er allt sem þarf til að koma upp flugvelli, hvort sem það er hér á landi eða einhvers þar í nágrunni við okkur og þá hugsa maður bara af hverju
af hverju þarf það. Og það náttúrulega bara því það hægt að skemma flugvelli. Kannski að fara að færa Reykjavíkurflugvöll. Að koma upp einhverjum flugvelli á Svalbarða eða ég veit ekki hvar, þú veist, og þetta já, menn eru bara að þessu og fjármagna þetta og viðlegu kantur þarna Helguvík fyrir stærstu herskip NATO, þetta bara í alvörinu að gerast núna. Og mér fannst líka aftur fekk ég smá svona kvíða þegar maður það er búið að gefa út þessa bækling á Norðurlöndunum til almennings hvernig að koma sér upp einhverjum varabyrðum og rafhlöðum og handsnúnum langbylgi útvörpum og svo er bara ekki lók fyrir það skotið að svona bæklingar, einblöðungar eða hvað þetta verður einhvern veginn sent hérna. Sko ég var á Vínabæjarmóti Hafnarfjarðar sveitafélags 2022 í Uppsala og þá voru öll hinn Norðurlöndin með á sínum sveitafélagasíðum takka sem segir hvert ferðu eða árás. Þá var náttúrulega Úkrænustríði bara nýtt. Já. Og við vorum alveg svona byrju hafnarfjörður.is ef við fara að setja svona napp, hvar er byrgið sem ég fer í. Við erum bara, að því náttúrulega þau sem eru á meginlandinu eru þarna, Finnland, þess þá heldur, en hinn voru líka með bara svona hnapp á heimasíðu sveitafélagsins neyðar viðbragð við innrás. Þú veist. Já. Og svo náttúrulega þessi tollastrið og maður veltiði fyrir sér hvað allir einhvern veginn svona inn á við og hugsa bara sig og sitt öryggi og það sé hagvöxturinn í þessum einingum og allt fungeri án sambands við hinn á eitthvað, en þetta er náttúrulega rosalega mikið skref aftur á bak og við er erfitt að sætta sig við eitthvað svona heimsmynd þar sem að fólk hugsa bara einhvern veginn svona og þarf að standast einhverja svona viðskipta þvinganir og annað, þetta er bara sem getur gerð braut svona lífsafkomu og lífskjöru fólk. Já, maður upplifir svolítið svona, þetta sé svona þessi stjórnan svolítið af svona drifið áfram af ótta og græðgi, þú veist og það þýðir að þá ert að halda í þitt og reyna að hámarka bara þitt og á þess að spá í aðra og það er mjög vondur staður að vera á. Reiðikallin er farin af áhrif á okkur öll. Mér finnst líka bara að maður hugsa heimsmyndina, við höfum Vesturlandabúar að horfa alltaf bara á Atlantshafið og landakortið í kringum það einhvern veginn, þú veist, og það eru ekki 450 milljónir í Bandaríkjunum og hvað eru 700 eða hvað er þetta, milljarður eða eitthvað, þú veist, þetta er, en svo eru bara 7 milljarðar manna hinum megin á netinu sem öll vilja ískáp og bíl og sjónvarp og eru núna vakna til vitundar vestrænt samfélagi því þau eru öll komið með TikTok og síma og sjá hvað við erum búin að vera lífi við lifum hér. Þannig ég held að sé að breytast bara svo margt svo ótrúlega hratt sem við núna bara á 10-15 árum þá erum við að horfa fram á bara og ég man ekki var að hlusta á eitthvað svona spjalla þar sem var verið að ræða heimskortið og horfir á það þú veist, hvernig þú lítur á það, bara hvernig þú lítur á heimskortið og við erum kannski bara búin að gleyma okkur í þessu, hvernig við lítum á það, sem Ísland er svona í miðjunni. Já. Geislar út frá því. En við erum líka, við erum á hluta á Ameríkufleikunum, Já, og ég hugsa þetta staða Íslands, þú veist, í þessari breyttu heimsmynd, hún er þú veist, varhugaverð. Það þarf allavega, þú veist, bara við þurfum að gera okkur grein fyrir henni, og bara haga okkar málum svolítið eftir því og ég held að það sé mikilvægt að við eflum allt sérstaklega samstarfið Norðurlöndin og við stöndum í Úkraínu og reynum einhvern veginn að svona, þú veist, og mér finnst jákvætt hvernig þau tala eins og Kristrún er búin að vera og á þessum fundum og svona og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við sýnum mikla skynsemi í öllum okkar skrefum í þessum málum. Já, verðum að gera það en þetta er samt, þetta kom mjög mikið óvart og það væri bara komin nánast testu þarna upp á minniseiði og það þýðir bara að það er eitthvað tilgangu með henni. Já. En og við þurfum að vita af þessu. Já, það er svolítið. Það er mjög bara En þeir fara vel yfir þetta á eftir sérfræðingarnir Gunnar Smári og Hilma Þór. Já. En Guðlaug, þú sendið mér heimalærdóm. Já, Þú grein sem þú skrifaðir þegar þú varst formaður BHM. Já, nei, þetta var 2016 þegar ég er nú í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og er að horfa á utanfrá á það þegar lífeyrisréttindum var breytt sem er í raun undirrótin að kjarabaráttu kennara í dag.
og mér fannst ekki nægilega talað skrefið sem var verið að taka. Þetta hét allt saman að jafna kjör milli þá almenna markaðar og opinbera markaðarins. En ég hefði viljað að yrði horft á þetta meira frá kynjasjónarhorni og svona ævitekjumódel einstaklinga í landinu, meira heldur en að þessi markaður ætti sami réttindi og hinn markaðurinn. Því að skrefin sem voru tekin voru að mínum að þetta er galinn frá svo mörgu sjónarhorni að í fyrsta lagi það að vera að hækka iðgjöld til lífeyrissjóð á tíma þegar að stærsti vandi fólks var það var svona tvennt sem brann á sem að maður hefði sagt þetta er forgangur, það er aðgangur að heilbrigðiskerfi og það er aðgangur að húsnæði. Og það er ekki fyrsta hjálp við þessum vandamálum að taka stærri hluta af launakostnaði og setja hann inn í lífeyrissjóð sem að fer síðan að þurfa að ávaxta fyrir 3,5%. Þú veist, alltaf, any given time. Iðgjöld inn í LSR á þessum tíma voru 2 milljarðar á mánuði eða 2 árum fyrr þegar ég satt þar og mér fannst bara svo hugsun að vera að dæla meira þarna inn til þess að jafna kjör milli vinnumarkaða og lofa síðan upp í ermin á sér að opinberi starfsmenn myndi bara fá launahækkun á móti og það sem gert var leið við opinberi sjóðuna var að það var breytt, ávinnslinu var breytt úr jafnri yfir starfsævinni í aldurstengda sem þýðir að mesta ávöxtunin eða mesti virðisaukinn fyrir þinn lífeyrissjóð er fyrstu starfsævinnar þennar og það er í mínum augum bara mjög augljóst að langskólagengi fólk er að bera skarðan hlut þar vegna þess að það fer seinna að afla verulegra tekna af því það er í námi og sá hópur, ég fór fyrir 75% kvenkyns bandalagi háskólamanna og þetta er konur og þannig við vorum að taka skref taka frá unga fólkinu tækifæri til að styrkja hinar 2 stóðunar í þriðju stóðuna sem er séreign þú veist, og enga sparnaður, kaupa húsnæði sem er eiginlega eina almennilega fjárfestingin á Íslandi í dag enn sem komið er og við þess að í staðan fyrir að láta fólk fá bara meira handan á milli að þá var þetta ákveðið í svona einhverju bara, þú veist, við ætlum að gera þetta. Það er bara lengi langað að gera þetta og nú ætlum ég að gera þetta. Og í raun búa þannig að hægina fólk, og við, hvar erum við í dag? Við erum með stóran hóp opinbera starfsmanna í mikilli baráttu til að reyna að ná þessu andlagi sem átt að koma. Þetta er þetta jafna kjör milli markaða og ég held að mér sé verið Inga Rún sem er formaður samningarnefndar sambandsins sem sagði alltaf það er svo erfitt að hreyfa massa. Það er svo erfitt að hreyfa massa. Það er svo erfitt að hækka hóp sem er einsleitur. Vegna þess að það fá bara allir launahækkun í staðan fyrir þetta sé einhver svona breytilegur hópur sem er ekki allir á sama taxta. Þá er auðveldar að setja inn einhverjar tölur sem kom ekki alveg bara eins og einn, þú veist, kuppur. Þannig að ég skrifaði þarna einhverja grein þetta hvort þetta væri lífeyriskerfi fyrir allar og ég svona tilefna þess að vera minna á kvennadegi og konudegi og líka bara kennara baráttan að ég skrifaði ég hef 3 orð að segja þessa jöfnun kjara launa og það er fugl í skógi og núna eru kennara, ég bara tek hatt minn ofan fyrir þeim og finn til með þeim í þessari baráttu og þau eru að sækja þennan fugl og það er bara þrautinni þyngra og er að reynast þá og er náttúrulega núna að leysast upp í bara það að fólk er farið að segja upp og þetta er fólk sem er búið að vera mjög erfiðri, ég þekki það frá sveitarstjórnartímanum að kennarar í grunnskólum og leikskólum eru búin að standa í raun, ég held að fólk gleymi því oft að þau eru að standa vaktina til dæmis í hælisleitenda og flóttamannalínunni, þau fá þessu börnin í skólana og það var mikið hugsað styrkja, þú veist, félagsþjónustun og hitt og þetta, en ekki endilega hvað gera kennararnir sem að bara á mánudagsmorgni þá er bara 2 börn horfin, hvar eru þau, svo koma önnur börn og þau eru mállaus og þú veist, þannig þetta er fólk sem búið miklu álagi og er núna að sækja þetta mörgum árum setna þetta lofórð og ég er jafn ósátt við þessa breytingu í dag eins og ég var þá, að ég held við höfum verið að gera grikk, það er mjög oft sem ákvarðanir þú veist, eru tekna sem að það er bitni einhvern veginn alltaf á unga fólkinu og fjölskyldufólki, það er einhvern veginn þú veist, eins og með lífeyrismál þá, þú veist, ég var eitthvað svona
bara tímaskekkja að vera að tala lífeyrismál, þú veist, rétt upp úr 40 að því ég var formað, ég var að læra þetta en það var enginn til að tala við mig þetta sko, ekki nema maður er 68 ára þú veist, þannig að við eigum að hugsa sko miklu framar í kynslóðunum og í dag þú veist, hefur eitthvað voruð auðveldara að fá sér húsnæði í dag? Ég er líka oft veltist fyrir mig svo skrítið hvernig þessu er háttað, þegar sko ungar fjölskyldur eða ungt fólk og fólk sem að koma þakka yfir höfuðið og svo er það með lítil börn og þetta er óbúslega kostnaðarsamur tími fyrir fólk þegar það er ungt. Það er kannski að borga af námslánum, reyna að koma sér þakka yfir höfuðið sem lítil börn, þarf að borga daggæslu sem þú veist, það er ofnbúslega dýrt að vera að byrja sko á hærrilaunum og lækka svo með árunum. Já, af því svo bara sér maður hvernig þetta gerir sko, af því að svona bara sem betur fyrir vel flestir einhvern veginn komast í gegnum þetta og eiga síðan kannski ágætis pening þegar það komið á svona tímabili ævinni þar sem það kannski hefur bara miklu minna við peningin að gera. Og það er svolítið ójafnvægi í þessu sem maður sér kannski lánakjör voru, þú veist, ég menn á þessum tíma var helst hægt að taka lífeyrissjóðslán ef þú áttir rosalega mikið á móti, þú veist, þannig að þú veist alveg bara, þú veist, á grænni grein, þá kannski fengið gott lífeyrissjóðslán, þú veist, engan stuðning þaðan inn í, þú veist, þetta kerfi er rosa mikið að hjálpa, þú veist, lífeyrissjóðslánin voru sett upp, það er besta fjármögnun, besta ávöxtun lífeyrissjóða eru lánin til sjóðfélaga, það er bara þau traustust, sko, og að þá var það ekki sérst að stýra, mér fannst rosa erfitt að vera formaður launþegasamtaka sem var ekki að sinna, þú veist, verststadda hópnum með þessu tæki, heldur voru að sinna þeim sem voru beststödd. Þannig að mér finnst oft það sem við gerum og núna, ég meina þér að fara að gera átak í uppbyggingu húsnæðis og það er, ég trúi því og treysti að það sé sko stefna borgarinn að sé blönduð byggð, að það sé ekki, þú veist, bæjarblokkin og svo þetta og þetta, en það sem gerist þegar farið er í átak er að það eru ristarblokkir sem eru fyrir, þú veist, tekjulága, þannig að við erum alltaf að fara gegn okkar eigin stefnu og gegn þörfunum, þú veist, þetta, já, og ég, eins og ég segi, ég á eftir að sjá hvernig svona endanlegur nú vonandi klárast nú, þú veist, farsælega þessi deila sem er í dag og þið erum hana í fanginu að með kennarana en þú veist, þau get ekki, við vitum það alveg að þessir svona massa hópar, þeir get ekki tekið sko fyrirfram greiðslu og svo loforð vegna þess að þeir verða þar með svo mikið afl inn í baráttuna og þannig að þeir verða að sjá raunverulega, þú veist, að þetta er svo rosalegt effort sem eru að púðra út í þetta sko þannig að og svo líður bara tími og þá dragast þér aftur úr og svo kemur að einhverju öðru svona skrefi og aftur að þessum jafnréttismálum og spyr maður sér þetta mikið kvennastéttur og maður spyr sig, væri þetta staðan, væri kennarar með jafnaði 20% lægri, þeir vilja 20% hækkun á sínum tekjum sem þetta sé algjörlega rétt krafa, maður spyr sig ef þetta væri, hefði verið kallastétt, þú veist, væri þetta það öðruvísi í dag. Það er oft, mín upplifun í Karphúsinu var eiginlega að ég var ekki að semja fyrir mitt fólk við minn mótaðila, ég var í raun og veru alltaf að semja við Alþýðusambandið, einhvern veginn óbeint, þú veist, sem var ekki í herbygginu og Samtök atvinnulífsins sem voru ekki aðila samningnum, þú veist, þannig maður var aldrei alveg, sko, ég upplifði einu sinni, það var þau samt að vera ekki Reykjavíkurborg og þá voru við raunverulega að semja við borgina. En nú er heyrifst maður, sko, sýnist maður á þessari umræðu. Þetta náttúrulega gerist að mestu liti vandamáli er þessi hnútur sem verður til 2016 þegar það er samið þessa jöfnun lífeyrisréttinda og síðan áttu ykkur ABC að gerast í kjölfarið. Já, og að gerast í kjölfarið sem síðan verður ekki. Og það snýst þetta og þess vegna erum við komin á svona í mjög einföldu máli fyrir leikmann hérna úti. Þá sér maður þetta svona. Og ég velti þá fyrir mér að spyrja manneski með reynslu svo þig. Ég meina, hvernig getur það farið átt sér stað? Það er að segja, hvernig er þá hægt að mæta og jafna? Sko, við erum bara að bera saman svo rosalega ólík kerfi og ég, kennarasamningar eru rosalega kerfisbundni, þeir eru algjört hnitakerfi og það er rosalítið svigrúm til hreyfinga og launaskriði sem verður á almennum markaði, það gerist sko maður og mann og það er aldrei sest niður og sagt nú ætlum við að hækka allan 20. Það er einhver sem fer, þú veist, og það er líka yfirleitt mjög kynbundið að kallarnir fara á undan eða þú veist, og ákveðna stéttir fara á undan og fá yfirvinnutíma eða hækkun eða launasamtal, það er ekki hjá kennurunum. Þú veist, þannig að öll hreyfingin er gerð alveg á taflborðinu, þú veist. Þannig að það er ekki svona persónulegar Nei, mjög lítið. Þannig að, og það er þeirras eigin stefna að hafa þetta svona ofboðslega eins. Það voru komnir einhverju pottar
Já, og svo verður það er mjög oft hræðsla við við vorum mjög oft að glíma við það hjá BHM að til dæmis ríkið var mjög hrætt við að nota þessa potta að því að vinnuveitandinn á hverjum stað yfirmaðurinn á hverjum stað hrættur við að rökstyðja og segja sko, já, nú hefur bara Guðrún gert meira en þú, skilur, og geta staði í fætuna með það að hún fékk aukalaunaflokk að því að. Og svo líka geta tekið hann aftur af henni þegar hún ekki lengur að gera hlutin. Þannig að fólk hrætt við að nota þetta og kerfin og opinbera markaðum eru bara stirðari og já, þannig að ég held, þú veist, það var reynt að horfa til Norðurlandana á það hvernig þau eru að gera þetta og í raun það sem að þau gerðu var að í raun þrengja svolítið að þessu skriði, þú veist, að þetta alltaf bara í raun ein púlja, þannig að hjá okkur þetta alltaf þannig að á almennu markaðinu þá er bara einhvern veginn óheft á ákveðnum sviðum en ekki á öðrum, ekki á skúringafólki sko, eða ræstingafólki, en á ákveðnum sviðum þá er endalaust sviðrum til þenslu og það náttúrulega skila sér inn í tölfræði og meðaltöl og svona, en síðan gerist það ekki hinum megin við og þá þarf það fólk alltaf að sækja þetta með hnefanum. Þannig að þess vegna hafði ég bara eiginlega sama og enga trú á að þetta væri að fara, mér fannst þetta mjög innantómt loforð og ég er mjög áhugasöm að sjá sko hvernig kennarar, hvernig þeim reiðir af með þessa baráttu sína. En þetta í 9 árum síðar, var þetta ekki 2016 sem þetta var samþykkt að þá er þetta allt í nót? En ég meina orð skuli standa, ég er alveg sammála þeim sko. Ég svo áhugavert að þetta að fara í söguna, það er bæði athyglisvert og gagnlegt, þú veist, og mér finnst líka í þessu samhengi að því maður er að skoða, þú veist, eins og einu sinni var það þannig að laun þingmanna og kennara voru sambærileg. Hvað gerðist? Þú veist, virðismatið. Af hverju eru ákveðnir hópar taldir, þú veist, hvað merkilegri en aðrir eða hvernig, þú veist, mér finnst alltaf svo athyglisvert að skoða bara stóra samhengið í rauninni. Og það til miður þetta kynja spil sennilega eitthvað hefur haft áhrif. Það er mitt. Það sé svona mikið, já, ég ætla að segja það að nú man ég ekki hvað að segja. Ég skal að því ég myndi það sem ég ætlaði að segja áðan sem var að sko líka samanburðurinn á sko lífeyriskerfum milli almenna og opinbera markaðarins að við létum gera greiningu opinberu samtökin á ákveðnu tímapunkti þarna í aðdraganda að þessu máli, sannlega kringum svona 12-14 á því sérst í raun og þeir alltaf talaði að við séum að opinberi starfsmenn hafi svo rosalega góð lífeyriskjör og við fórum og létum bara greina það, hvað verður þetta. Sannarlega fer mikið af okkar launakostnaði inn í lífeyrissjóðin, en hvert fer það svo? Og í raun var það þannig að til dæmis eins og BSRB og svona hópar sem voru sko undir meðal, þú þurftir að vera meðaltekjumaður eða hærra til þess að fá raunverulega sko þessi auknu iðgjöld til þín í ellinni. Vegna þess að á svona neðri skalanum þá fór þetta bara í krónu móti krónu skerðingar úr almannatryggingunum. Þannig að í raun það sem að þessi lífeyrissjóður opinbera starfsmanna var að gera, hann var að létta á almannatryggingakerfinu sem greiddi síðan hinum. Þannig að sko fólk tekur stundur svona rörsýn og segir bara þetta er ekki jafnt, við erum að jafna þetta. En það vantar stærri myndina sem segir á endanum við vorum að segja sko við ættum frekar að falla frá því að vera að greiða þetta inn þarna vegna þess að stór hluti, 60% af okkar fólki færi þetta ekki. Þannig að þú ert að segja að það jafnist á hinum endanum, hvort heldur sem er. Greiðslurnar urðu að engu. Já, það er skerðast. Já. Látið okkur vita það sem er konar þennan aldur. En hvers er að vænta svona á næstunni? Við erum sem sagt við erum með nýja ríkisstjórn, nýja meirihluti Reykjavík og það eru konur alls þar. Nýjan forseta, nýjan biskup. Já, en munu sko samfélagið okkar þróast eitthvað út frá því eða fer þetta bara... Ég vona það og ég vona líka sko að því að bæði sjáum við bara hvernig stjórnvöld hafa verið að setja fram stefnur og áherslur að svona eins og ég sé þetta sem sósíalisti að þá sér maður einhvern veginn hversu langt einstaklingshyggjan hefur náð bæði í samfélaginu og mótað líka ákvarðanatöku stjórnvalda að einhvern veginn, þú veist, hver og ein manneskja, hver og einn einstaklingur ber einhvern veginn ábyrgð á sér og eigi að standa sig vel og ef eitthvað fari úrskeiðis í lífinu að þá sé það bara dálítið þér að kenna og þú þurfir að vera duglegri.
Þannig ég vona þetta eru misjafnar áherslur, þú veist, hjá misjafnum flokkum, en ég vona dálítið að við fáum þessa svona samfélagshugsun og svona þessa hugsun fram að við erum hérna saman í þessu samfélagi og við þurfum að, þú veist, mynda samstöðu það sem við erum sammála til þess einmitt að, þú veist, þeir fjölbreyttir hópar sem að búa hér í þessu samfélaginu, upplifi að það sé raunverulega hannað fyrir þau öll. Að því ég held einmitt bara, þú veist, þessi hugmyndafræði, hún hefur bara mótað mann svo mikið, mótað mig persónulega, að einhvern veginn maður þurfa alltaf að vera, þú veist, að standa sig betur og þegar maður setur alltaf fókusin á sig, þegar ungt fólk kannski setur fókusin á sig, að það sé einhvern veginn þeim að kenna sé ekki búin að kaupa íbúð og þú veist, sé ekki búin að leggja nóg fyrir og eigi nægan sparnað og eitthvað svoleiðis, að þá auðvitað, þú veist, maður ekki eins gagnrýnin á samfélagsstruktúrin og hvað það sem að bara samfélagsgerðin getur gert eða ætti að vera að gera til þess að gera fólki auðveldra bara að búa og geta átt penning og mat út mánuðin og geta einhvern veginn blómstrað og fengið tækifæri til þess að sinna sínum áhugamálum en vera ekki alltaf einmitt að hlaupa í auka vinnu til að ná að greiða niður lán eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig ég vona líka að það fari fram eitthvað svona starra samtala og áherslubreiting einmitt bara hvernig ætlum við sem samfélag bara virkilega að vinna hérna að málum, sko, ekki bara ein manneskja heima á sér út í hotni einhvern veginn að berja sér niður fyrir að hafa ekki staðið sér nægilega vel í lífinu. En það sko, ég hef verið að gefa út tímariti Heimi best og þar eru sko meðalaldur áskrifenda eins og hárábíla svipaðu bara mokkbónum eða eitthvað. En það alveg, sko, það fólk hringir til mín, eldra fólk, og það verður bara hætta vegna þess að næri kendur saman. Og stundum langar maður bara að senda blaðið frítt bara þegar maður hlusta á þetta. Það sumt fólk bara lifir bara við mjög kröppkjör. Og svo komum daginn að þá hringdi mér kona á Sauðárkróki, eldri kona, og nú færum bara að vita það að blaðið sem hún áskrifandi á pósthúsinu. Það ekkert borið lengur heim, sko. En ég hef ekki fengið neitt afslátt á því sem ég borgi póstbúragjöldin, sko. Svo að bara hinn hefur raunverulega þjónusta, hún bara klippt út, lækkar ekkert það sem ég þarf að borga. Og hún sagði bara, veðrið var þennan dag, hún sagði bara, ég get ekki, ég verð bara hægt þessu, þetta svo langt fyrir mig að ganga í pósthúsi. En mér finnst þetta alveg rétt sem Sanna segir að þú veist, einstaklingshyggjan, hún hefur oft verið ráðandi, en mér finnst samt við Íslendingar, við höfum samt þessa samfélagslegu taug í tengslu við það að við erum að berjast við válynd veður og náttúruöfl sem er eitthvað svona hlutir sem við höfum raunverulega ekki stjórn á og þá tekst okkur að koma saman, við stöndum saman og við erum tilbúin til að hlaupa undir bagga og bjarga húsnæði og gera það sem gera þarf. Þannig að það er ekki djúpt á þessu hjá okkur og ég held að við sko séum svona í grunninn þetta sterkt element í okkur. Og samhlega þessu sem að Sanna var að segja þá verðum við að horfa líka inn í það hverju grundvöllurinn að þessu velferðarkerfi. Það eru þetta að það sé öflugt atvinnulíf sem skilar góðum tekjum til þess að við getum verið hérna með gott menntakerfi, gott heilbrigðiskerfi og það þarf að huga að báðu til þess að þetta allt hérna funkar nú eins og skildi. Já, og hvort þarf að hérna halda. Þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona andstæðir pólar, þetta er eitthvað svona hnitakerfi, af því það var nefndir áðan, mér finnst það gott. Þetta hangir allt einhvern veginn sko saman og þar hvert að atvinnulífi þarf að hafa hraust að það sé sterk heilbrigðisþjónusta og svo framvegis og það er að búa til hvata til þess að það sé hérna blómlegt atvinnulíf sem stendur undir þessu velferðarkerfi sem við viljum hafa hér. Sammála. En það sem ég ætla að segja, því að þú segir hvað er næst, ég er að vonast líka til þess að því að ég held við höfum þessa samfélagslegu taug í okkur, við höfum hana og við sjáum hana þegar móti blæs, en svo hins vegar að það sem að mér finnst kannski stundu vanta er að við tölum saman. Þú veist, útskýrum sjónarmiðin sem að hvaðan við erum að koma í staðan fyrir að sitja heima og einhvern veginn bara bölva og ragna og allt er ómögulegt og skrifa í kommentakerfi eitthvað sko, að ég hef oft sagt þegar fólk er að segja mér frá okkur málum sem að það skilur ekki akkur eitthvað svona, ég segi prófaðu, það er kíkt inn á vef þingsins, sjáðu hverjir er hvaða nefndum, sendu ykkur af þessu þingmönnum bara bréf og lýst þessari aðstöðu komdu svo framfæri og þú veist, eigum þetta samtal. Já, og það er líka þetta sem sko við erum aðeins að horfa hvernig tíminn eru að breytast og það er svolítið þessi bara upplýsinga breyting sem voru orðið á
meginstraumsmiðlum og þessum með samfélagsmiðlum og við erum öll kannski komin svolítið inn í okkar svona bergmálshelli einhvern veginn og það er og ég hef ágjörð af allar þessar skautun sem að verða í samfélaginu, fólk bara einhvern veginn sækir í félagskap fólk sem eins þengjandi á það sjálft og þar að leiðandi verða algoritminn það ráð okkur í það og við erum mötuð einhverju og stundum föttum við og stundum ekki og allt í einu erum við að sjá og við sjáum það svolítið og mér stafa ágerst mikið núna hvernig að takast á svona einhverju sellur í fjölmiðlum og svona og þetta er ekki ánægilegt að sjá það og mér finnst þetta bara líka mjög slæmt eins og hefur verið núna kom upp í umræðinu það er svona, þið sjáuð alveg, þið finnið það að verða svona einhverjir pólar bara í íslenskum fjölmiðlum og einhvern veginn allt sett í það ljós þegar hvort sem það eru fréttaskrif eða einhverjir afskipti stjórnmálafólks að því hvernig fjölmiðlar starfa og annað. Þetta er náttúrulega eitthvað svolítið nýtt og ég held að við séum að læra svolítið á bara nýjan veruleika þar sem við erum ekki með línulega eða við allir geta bara horta það sem þeir vilja og sleppt öðru. Ég skrifa nú heila mastersritgerð í fjölmiðlafræði þetta. Hún mér er sagt að þegja meðan fréttatíminn það er bara kynslóð sem að ólust upp við það þú bara varst að hlusta á hvort þú vildir það ekki, þú veist þá bara var manni sagt að þegja og allt einu sem barn og unglingur bara fekk maður þetta inn með ísunni bara þú veist hvað er kvótakerfið og hverjir eru ráðherrar og eitthvað svona og svo bara ég vil meina þegar þessi línulega eða hvað segir maður, línuleg dagskrá leið undir loki raun og veru og ég meina ég er aldrei ég borða kvöldmat með fjölskyldinni þá erum við bara býðum með fréttatíma og ég horfi á hann bara þegar mér hendar og krakkarnir mínir sem eru náttúrulega stækka og þroskast og verða bráðum unglingar þau kannski bara komast í gegnum og minna sína æsku á þess að setja sig inn í þessi mál og mér finnst áhugavert að núna bara þú veist þeir sem eru 14 ára í dag munu kjósa í næstu alþingiskosningum og hversu upplýst eru þau eru kannski bara á TikTok og eru í einhverju en þau eru ekki að fylgjast með kennaradeilunni eða varnarmálum eða þessu einhverju leyti og þetta þarf ekki að vera neikvætt þetta getur alveg verið jákvætt og það eru rannsóknir sem sýna það að þau eru einhverju leyti bara öðruvísi upplýst og kannski er þetta til góðs, ég skal ekki segja en ég held bara við séum núna svona stað þar sem er ég hef nú sagt þetta áður, þú veist, þetta er svolítið eins og við erum svona unglingar sem læra að drekka áfengi, að kunna bara hvernig, þú veist, það er gott að nota samfélagsmiðla en maður þarf einhvern veginn að læra hvar mörk liggja og allir eru svolítið þarna, bæði í hvernig koma fram og hvað er taka inn. Mér langar aðeins að grípa annan vinkil, bæði frá Sannu og ykkur, í framhaldi af þessu að grunnbreytan í mínum huga er alltaf tími. Við þurfum tíma og svo hef ég ágjörði hvað er búið að hólfa okkur niður og þar koma börnin og ég held til dæmis og að því þú myndist á samfélagsmiðla núna umræðan mér langar ekki nefna nöfn en það að börn séu mér langar frekar að tala málið heldur en mennina að börn séu mikið í símanum og þau verða hætt að væla og svona framvegis, þetta var umræðan núna í vikunni að það er ekkert normalt svona manneskjulegt samfélagslegt við það að flokka börn eftir aldri frá því þau eru 1-2 og hafa þau bara í jafnaldra hópum inn í sérstökum rýmum með 1-2 starfsmanni. Þú veist, við höfum alltaf alist upp í einhverju baðstofu þar sem er allur aldur, amman er að ala mann upp og það er blöndun og fólk hefur tíma. En núna ég held að okkar svona hvernig gat okkur dottið þetta í hug, þú veist eins og Breiðuvík eða eitthvað þar sem hugsa hvernig fólki dottið þetta í hug, það verður eins á svo leikskóla, ég alveg tala og ég er með mikið mammavisku biti við því, ég var langan vinnudag og hugsaði hverjum degi þetta er rámt, já ekki verið að gera þetta og það fer alltaf inn á hvenna saminskupitið, ekki pappviskupit en að hverjum datt í hug og þessi vandinn eins og til dæmis þess aftur að kennurunum hvað sem þau eru að glíma við þau eru með börn sem eru bara orðin rosalega lúin á því að vera með fullan starfsdag í svona bara einhverju svolítið kaotísku umhverfi þú veist, það er allir óvitar saman í herbygginu þú veist, það er engin eldri, það er ekki þú veist 2, 3, 4, 5 systkinur eru jafnvel ekki saman á leikskóla, þau eru sikkon á leikskólanum og foreldrarnir eru að þeytast á milli og svo erum við höfum ekki efni á hinn og þessu þannig að við erum
eilíft í vinnunni, við erum of þreytt til að tala við alla hina, þú veist, og ég held til dæmis að læsi barna væri betra að við bara hefðum tíma og svo vil ég hnykkja á því að það er ekki sama að vera á samfélagsmiðlum, þú veist, einn af mínum ungum var nú bara að horfa, þú veist, á framleiðslu gervihnatta ISO vottunarkerfis á gervihnappastöðum skilur þá hann sé 12 ára þá er hann ekkit endilega að horfa á músíkvídeó og maður finnur það þau eru að læra heilmikið og þau vita heilmikið það kemur alveg inn, kannski iPadin nýja bókin, ég menna hún gamla dag sagt að fólk sem lá inn og las væri auðmikjar og svo farið út að leika pappisbúkur með nefið honni bók ég held nefnilega við höfum alltaf verið hræddu þessar breytingar, þú veist, ekki vera alltaf með nefið honni bókinni, ekki vera alltaf í rækjunni með síman, þú veist, við erum alltaf pínlítið hrædd við að börnin okkar sé ekki kannski þessi tónlist er slæm þetta er tónlist djöfulsins og allt þetta það má virka þetta til góðs og ég held að sko þetta var svo gott nefnilega sem voru líka nefna áðan að það er einhvern veginn þessi polarisering sem er eiga sér stað að skautun, ég er að reyna að nota íslenska hugtökin að það er að sko það er líka að því við erum þá farin að geta afgreitt umræðu á svo ódýran hátt með því bara hendi einhverjum ákveða einhver hafa einhverja skoðun af því að hann tilheyrir einhverjum hópi og þá þurfi ég ekki að ræða með hann og þetta er ekki gott sko, þetta er eitthvað sem mann getur veldu því að við hættum bara að takast á sko málsins skipta máli og þar með þroska og þróa okkar eigin hugmyndir. Ég man til dæmis að því mann má nú segja smá í gamla daga, ég er 950 þannig ég má að það er að sko, ég var til dæmis var í fórustu fyrir unga jafnaðarmenn og þá mættu ákvæði einu sinni með SUS, samband útgrá sjálfstæðismanna að halda opinn málfund þar sem við vorum bara með kappræður Evrópusambandið og komum bara aðilega frá báðum hliðum og við rættum þetta fullur salur af ungu fólki og máli var rætt út frá efnisrökum. Svo gast þú gengið út og annarkort hafa skipt skoðun eða minnstakosti heyrt eitthvað sem að þú tókst til greina. Þetta er það sem að mér finnst, þú veist, við verðum einhvern veginn að gefa okkur tíma til að hlusta eins meira og betur hvert á annað og þessi polarisering hún er ágefni þetta er svona afgreiðsla, þú veist það er bara þú tilheyrir þessum hópi og þá er ég hætt og svo þegar að ég sá líka svona í þessari viku var ég eitthvað á samfélagsmiðlum og ég sé að það er einhver hitamáli í gangi og þá hvað skrifa fólki að trúðar, gríla leppalúði þetta og hitt sko þá missur mig sko það er bara þannig, ég les ekki ef þú ferði uppnefni þá er ég farin sko. Einmitt þessi hólfaskipting og hópaskipting þú veist það sem maður náttúrulega tekur eftir núna það er mjög leiðilegt að vera að taka þú veist tala einhvern veginn sko útlendingar fátækt fólk einhvern veginn að þetta sé þú veist ég meina þetta er hópunir sem er að standa saman en það er verið að þú veist bara vísvítandi verið að svona stía þessum hópum svona sundur og svona egnaði megnin saman og þetta er auðvitað bara áhyggjuefni þegar að jafnvel stjórnvöld hafa verið svona með þessa orðræða, ég er ekki að tala um stjórnvöld núna en þú veist þegar það er þessi svona orðræða einhvern veginn að þú veist einhver utan að komandi hópur sé að taka eitthvað frá þeim sem að fættust hér þú veist það er bara mjög hættuleg braut sem við erum á en ég get alveg skilið þú veist ef að þú elst upp bara við efnislega skorst og fátækt og upplifir bara að þú veist býr við þann veruleika stjórnvöld hafa ekkert verið að hlusta á þig og ekki verið að mæta þér og svo kemur einhver og kynni bara laust fyrir þér bara hei þessi hópur er að skemma fyrir þér þú veist auðvitað get ég alveg skilið að það sé bara svona já byrju ætla að sé eitthvað til í því og talandi einmitt þú veist falsfréttir og einhverju kannski slengt fram sem er ekki satt og er ekki rétt en það fyrir á stað þannig ég held að þetta sé líka dálítið þú veist það sem við erum að vera meðvit einmitt að við séum með bara réttu upplýsingar og líka bara þú veist hlusta þegar fólk kannski segir eitthvað þú veist maður hefur alveg heyrt ýmislegt sem maður svona en þú veist af hverju manneskjan að segja þetta, hvaðan kemur þetta úr hvað veruleika er einhver sem er að tala þú veist að það sé svo margir útlendingar að fá þú veist fría tannlækna þjónustu eða eitthvað svoleiðis sem er síðan ekki staðreyndin en já þetta er búið til sko. eins og það hafi verið gert svona vel við hina minnlutunarhópana áður eins og þeir hafi bara verið sko á grænni grein þangað til hini komu sem er ekki máli en við ætlum að samt ekki tilbaka til tíma sem að við fundum bara upplýsingar á bókasöfnum og það voru helst gögn sem voru kannski svona framleita af hvað var að segja valda öflunum á hverjum tíma þannig að mörguleit er mikil tækifæri í þessu miklu upplýsingum mikil þekking í fólki sem er í öðru hólfi sem er þú veist eldri kynslóðunar og þú veist ég held að við þú veist þetta er það sem okkur vantar svolítið meiri tengsl á milli og
og á þeim tíma sem ég vann langan vinnudag þá unnu jafnvel ömmurnar meira. Þannig við vorum bara öll alltaf og ég held að stundum hefur maður á tilfinningar að stjórnvöldum hendi það bara rosalega vel að við höfum ekki tíma til að setja okkur inn í hlutina. Við séum bara að fara heim að elda grautinn og fara svo að sofa. Já, en það þetta svolítið þannig, en svo skiptist þetta náttúrulega svo mikið. Úrlingskrakkar sumir bara á ellen tungumál frekar en íslenskuna og þá kom eitthvað svona inn á heimilónum eitthvað spenna yfir þessu þú setur nú ekki það vel íslenskunni að ætti að vera að gera þetta En mér finnst samt, maður samt að sjá ég alltaf, við mögum ekki gleyma að tungumálið verkfæri til að samskipti. Getur það verið í staðin fyrir að fara og rísa upp á afturlappirna, verður þá ekki að spyrja ykkur spurningarinnar, eitthvað sem veldur því að þau velja þetta frekar, eitthvað sem við erum bara kannski ekki að standa okkur í, varandi þróun íslensk máls, í nýjum heimi, í tækni heimi. Og þetta hefur verið líka það bara skiptir máli að við séum svolítið krítiska á okkur sjálf í þessu, en mér finnst líka rosa gaman inn á öllum þessum miðlum og það er það, núna er maður farin að sjá, að því að ég nota benni þó ég hef talað bókasöfn ég elska þau og ég elska bókabúðir og allt og mikið af bókum en ég er farin að sjá í bókabúðum TikTok hillur af því þá eru bara að fara á stað alls konar svona bækur að verða með vinsælar og það er eftirspurn eftir bókum sem fjallaður af ungu fólki inn á TikTok þetta er ekki allt slæmt við þurfum að passa bara hvernig þetta vinnur saman Nei, ég get ekki sagt mikið, ég teikaði bíla og gerði sem ég mátti ekki gera, og hér sitt ég. Það bara, við erum alls svona, Tíminn okkar er að líða. Marja Sigrún, Sanna Magdalena, Guðlaug Svala og Katrín Júl. Takk fyrir komuna. Takk einlega. Og hér á eftir er það Gunnar Smári og prófessor Hilmar Þór Hilmarsson, en viðtalið milli þeirra var tekið upp á föstudaginn. En ég kveð sæla sinni. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 40 til 89 starfsmenn í fyrsta sæti Þjóðskrá Íslands, í öðru sæti Menntaskólinn á Ísafirði og í þriðja sæti Vinnueftirlit ríkisins. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.